Komið sæl, ég heiti Sara Pálsdóttir og ég er dálæðari og þetta er fyrsta vídeobloggi mitt og ég þakka ykkur fyrir að horfa á. Ég ætla að fjalla streitu og skaðsemi hennar og hvernig er gott fyrir okkur að nota einfaldar aðferðir við að draga úr áhrifum streitu í okkar lífi. Núna þegar jólamánuðurinn er gengin í garð að þá bætast oft við auka verkefni við þessi verkefni daglegs lífs og það getur aukið á streitu og álagi okkar lífi og þess vegna er ekstra mikilvægt að vera á varðbergi, skoða sjálfan sig og horfa inn á við og gera það sem við getum gert þess að draga úr áhrifum streitunar. Nú streita er skaðleg, viðvarandi streita er mjög skaðleg og þá einkum út af 3 ástæðum og það er bara þannig og rannsóknir hafa sýnt fram á það að streita, hún drepur, hún getur valdið sjúkdómum og hún gerur okkur heimskari og ég ætla að útskýra nákvæmlega af hverju þetta gerist og það er þannig að upphaflega er streitu ástand hugsa sem ástand sem við förum í til þess að bjarga okkur úr einhverja aðsteðjandi hættu eða ógn sem er til staðar og hérna áður fyrir var þetta nú helst kannski þær aðstæður þegar við vorum að flýja undan stóru rándir segjum að það var tígrisdýr að elta okkur og við þurftum að setja 100% orku í það að flýja undan rándýrinu og bjarga líf okkar. En núna hins vegar hefur þetta breyst og núna búum við í allt öðruvísi samfélagi og streita í rauninni hefur tekið á sig breytta mynd, jafnvel þótt að áhrif streitunar á líkamann og kerfið okkar og heilsufarið hafa ekkert breyst. Nú streita er eitruð og viðvarandi streita þarf að segja og viðvarandi streita hún drepur og hún getur búið til sjúkdóma og það er ofsalega mikilvægt að við séum meðvituð þetta og til einhverjum okkur einfaldar aðferðir við að draga úr þessum skaðlegu áhrifum. En hvað er það sem gerist þegar við förum í streitu ástand? Að þá fer þetta streituhormón að framleiðast í líkamanum okkar og streituhormóni hefur margvísleg áhrif á líkamann og starfsemi hans og það er þannig að til þess að undirbúa okkur undir þessa aðsteðjandi hættu að þá gera streituhormónin það verkum að við förum að pumpa blóði út í útlimina, handlegginn og fæturna sem að gera okkur auðveldara með að flýja undan hættunni. Við förum í þetta fight or flight mode eða flótta og bardaga viðbragð, gerum okkur undirbúin undir að berjast eða flýja eða fel okkur undan hættunni. Við fáum ofurfókusinn á efnislega heiminn og það efnislega í kringum okkur, hvert get ég farið næst, hvar er næsta hindrun sem ég þarf að fara framhjá og svo framvegis. Og kerfið í líkamannum í rauninni stöðvast, þetta er ekki tími þegar við erum að bjarga líf okkar undan hættu að til dæmis smelta matinn eða elska aðra eða hjálpa öðrum. Og annað sem gerist í þessu ferli er að neikvæðar tilfinningar eins og árásargirni, eigingirni, reiði, ótti myndast því þessar tilfinningar eru í rauninni gerðar til þess að hjálpa okkur út úr svona yfirvofandi skyndilegu hættu ástandi. Og ástæðan fyrir því að þetta ástand er svona skaðalegt að þegar við lendum í því að vera í viðvarandi streitu ástandi og erum sífellt að framleiða þessi streituhormón og rannsóknir hafa sýnt fram á það að við í hinum vestræna heimi erum í streitu ástandi 70% þess tíma sem við erum vakandi að þá eru við að fá þessa streituhormóna innspýtingu stanslaust. Og það sem að gerist þegar þessi streituhormón flæða líkamann er að þau slökkva á ónæmiskerfin okkar. Og að því að líkaminn fer að setja alla það orku sem við höfum í að fara að bjarga okkur út úr þessu hættu ástand, þá er engin orka eftir til að berjast gegn bakteríum eða vírusum eða einhverju öðru. Og varnir líkamanns það slökknar á þeim og við verðum berskjöldu fyrir sjúkdómum, sýkingum af hvers konar tagi. Nú annað sem gerist þegar þessi streituhormón flæða líkamann er það að frumur líkamanns sem eru ótalmargar að þær eru sífellt að endurnýja sig og þær eru í sífelldri endurnýjun þannig að við erum alltaf að vaxa hvort sem við erum fullorðin eða börn. En það sem að gerist með streituhormónunum er að þau hamla endurnýjun þessara frumna og hamla vexti þeirra og í rauninni
ef að viðvarandi streitu að ræða að þá smátt og smátt fara streituhormónun að drepa þessar frumur og við eldumst hraðar og okkur líður verr og við erum ekki að ná að endurnýja okkur og vaksa á eðlilegan máta. Og annað sem gerist líka að blóðflæðið í heilanum, það fer á ákveðna staði í heilanum sem sjá það að stýra líkamanum okkar og líkamlegum viðbrögðum og blóðið dregst á saman í öðrum pörtum heilans, til dæmis í framheilanum, þar sem við erum með rökhugsun, dómgreind, þannig að við förum í rauninni að vera betur í stakk búin til þess að gera líkamlegar æfingar en að leysa til dæmis úr flóknum verkefnum sem að krefst hugsunar og skynsemi og rökhugsunar, að við verðum miklu verr í stakk búin til að gera slíkt. Þannig að það miklar skaðlegar afleiðingar af því að vera í þessu viðvarandi streitu ástandi og ólíkt öðrum dýrategundum að þá hefur mannskepnan þann eiginleika að búa til streitu ástand með hugsununum einum saman. Og við vöknum á morgnana og við fyrir að hugsa fjárhagserfiðleika eða erfiða vinnu, eitthvað deadline þar sem við þurfum búin að vera að skila fullt af verkefnum. Við fyrir að hugsa jólin og allt sem við þurfum að gera til að undirbúa jólin og við fyrir að hugsa okkar eigin veikindi eða veikindi sem einhver nákominn okkar að glíma við. Og allar þessar hugsanir gera það verkum að við förum inn í þetta streitu ástand með hugsunum einum saman. Jafnvel þótt að sé engin aðsteðjandi hætta á ferð. Og svo þegar líkaminn bregst ekki við með viðeigandi hættu með að hlaupa eða berjast og fá þessa útrás, heldur sitjum við kannski bara við skrifborði í vinnun okkar, að þá fer að myndast svona í rauninni svona átök á milli heilans annars vegar og líkamans hins vegar sem gerir það verkum að við förum að starfa á mjög ósamhverfan máta og skilaboðin sem heilin að senda líkamanum og líkaminn að senda heilanum að þeim ekki fylgt eftir og þá fyrir okkur að líða illa og það fyrir að skapa togstreitu innra með okkur. Þannig að það gríðarlega mikilvægt að við séum meðvituð þetta og við tilengum okkur einföld ráð til að draga úr streitu og það er ekki endilega alltaf raunhæft að við getum farið að minnka við okkur rosalega mikið af verkefnum eða því sem við þurfum að takast á við í daglegu lífi, en það sem við getum gert að stunda hugleiðslu og stunda slökun og gera það daglega og byrja bara smátt og hægt og rólega og það alveg ótrúlega mikill og góður ávinningur af því. Og rannsóknir hafa til dæmis sýnt fram á það að það að stunda hugleiðslu reglulega á við bestu flensusprautu og þeir sem að stunda reglulega hugleiðslu eru með mjög gott og sterkt ónæmiskerfi. Þannig að það ofsalega mikill ávinningur og ég hvet ykkur öll til þess að byrja að stunda hugleiðslu núna í jólamánuðinum sérstaklega þegar við þurfum mest á því að halda og eins langar mig til þess að bjóða ykkur núna upp á örstutta afstreitunar dáleiðslu sem að hefst bara sem hljóð upptakara þegar þessu myndbandi líkur og þetta ekki nema 10-11 mínútur. Þetta ofsalega þægilegt og gott og bara hjálpar ykkur í rauninni að núllstilla ykkur og fara bara inn í þessu góðu dásalegu slökun og fara inn í kærleikann og fara inn í þakklætið og þetta bara þægilegt og þetta bara gott og dásalegt og ég bara hvet ykkur til þess að tryggja þið hafi ró og næði og setjast niður á okkur þægilegum stað, koma ykkur þægilega fyrir og bara loka augunum og aðeins kúpla út úr öllu saman. Þannig að ég vona að þið njóti vel og hafi það ofsalega gott í desember og munið bara að slaka á og njóta líka. Bless. Velkomin í þessa afstreitunar dáleiðslu. Ég ætla bara að bjóða þér að fá þér sæti og á einhverjum þægilegum stað og tryggja það að það verði ekki truflun á meðan á þessu stendur. Og þegar þú ert búin að koma þér vel fyrir þá ætla ég bara að bjóða þér að loka augunum og draga djúpt inn andann. Bara finna að þú getur slakað á. Þú ætla bara að gefa þér nokkra mínútur, gefa sjálfum þér eða sjálfur þér þessa gjöf að fara bara inn í djúpa og góða slökun, kúpla bara frá
og láta það líða vel, mjög gott. Og núna þegar þú ert búin að loka augun þá finnur að þú er engan áhuga að opna augun aftur. Og meðan þú hefur augun lokuð þá getur ekkert truflað þig. Og það eina sem þú þarft að gera er að einbeita þér að því að hlusta á rödd mína og fylgja henni. Mjög gott. Ætla að biðja að setja fókusinn á augsvæði í kringum augu þín eru fullt af pinkulitlum vöðum sem starfa dag og nótt við að stýra augunum og augnlokuninni. Ætla bara að biðja að leyfa þér að slaka á sem vöðum, slaka á augnumgjörðinni og leyfa slökuninu fara yfir ennið og allt andlitið og finna hvernig sléttist úr húðinu og andlitinu. Biðja að leyfa slökuninu fara yfir höfuðið og aftur fyrir hnakka og niður hálsinn, bæða framanverðu og aftanverðu og finndu bara hvað góð tilfinning að slaka algjörlega á þessum hálsvöðum. Mjög gott. Og finndu slökunina fara niður herðarnar og niður hægri handlegginn og hægri handlegginn verið þungur í kjöltiðin og alveg slakur. Og finndu hvernig slökunina fer niður vinstri handlegginn og nú liggur vinstri handleggur algjörlega slakur í kjöltiðinni. Og þú finnur að hann liggur þarna þungur. Og þú finnur slökunina fara yfir brjóst og niður kvið og niður bakið, efra bak, mjó bak og allir vöðvarnir í bakinu er alveg slaki núna, finndu hvað er gott að slaka svona vel á bakvöðunum og finndu slökunina að fara yfir mjaðmurnar og niður læri og yfir hné og leiðu slökuninni fara niður kálfa og yfir sköflung og niður fyrir ökla og alveg undir hælinn og undir iljarnar og yfir ristar og alveg fram í tær, mjög gott. Og nú finnur þú hvernig allir líkaminn er alveg slakur og þá finnur að hugurinn fyrir að slaka á líka. Dásamlegt. Leiðu þér að fara bara í eins djúpa slökun og þú treystir til. Þú stjórnar ferðinni algjörlega hérna. Mjög gott. Eina sem þú þarfst að gera er að hlusta á röddina mín og einbeita þér að því sem ég er að segja. Og þú heyrir ekkert annað meðan á þessu stendur. Dásamlegt. Það ætla að biðja að sjá þig fyrir þér standa efst í stiga. Þetta er fallegur öruggur, dásamlegur stígi og þú sérð, finnur fyrir honum eða skynjar hann. Þú stendur efst í stigunum og í þessum stiga 10 þrep og neðst í stigunum sérðu rúm. Stórt og fallegt rúm sem lítur út fyrir að vera þægilegasta rúm sem nokkuð tíma að segja, vá. Bara sér það er algjörlega tandurhreint og ferskt og þú sér það að stífuleikin er akkurat stífuleiki dýnunni sem því finnst vera bestur og þú bara skynjar að hitastigið í rúminu er akkurat eins og því finnst best, ferskt og svalt og dásamlegt og þú bara tekur ákvörðun að þú ætlar að leyfa þér að leggjast í þetta dásamlega rúm og finna hvíldina og hlaða batteríin og fara í algjöra slökun. Hún tekur ákvörðun að ganga niður þennan stiga og þetta 10 þrep og ég ætla að leiða þig niður stigan og það ætla ég að gera með því að telja frá 10 niður í 1 og við hverja tölu sem ég nefni þá ætla að fara dýpra inn í slökunina. Mjög gott. Og ég ætla að byrja því að telja töluna, nefna töluna 1 og þú stendur efst í stiganum og horfir niður og því líður dásamlega vel. Þetta er alveg slök eða slakur og tekur ákvörðun að leggjast í þetta dásamlega rúm. 9, þú færði neðar í stiganum. 2-faldar að jafnvel 3-faldar slökunina. 8, þú ferði dýpri og dýpri og dýpri slökun. 7, því dýpra sem þú ferð því betur líður. 6, því líður dásamlega og þú finnur að þú verður slakari og slakari. Því neðar sem þú ferð, því dýpra sem þú ferð. 5, hálnuð eða hálnaður á leiðinni niður stigan og ætlar að 2-falda, jafnvel 3-falda slökunina hér. Þú fer dýpra og dýpra niður. Dásamlegt. 4, 2-falda slökunina fer dýpra og dýpra. 3, þú fer enn dýpra niður og nálgast þetta dásamlega rúmið. 2, 3-falda slökunina fer enn dýpra. 1, þú fer dýpra og dýpra niður og nú ertu komin niður stigan og þá ætlar að leggjast upp í þetta dásamlega hreina, ferska rúm og við það leggjast í rúmið
að þá ferði 10 sinnum dýpri slökun, þú ferð djúpt niður, alla leið niður á undir meðutundinni þinni og leyfðu þér að finna hvað er dásanlegt að leggjast í þetta frábæra, fallega og hreina rúm og þú finnur hvernig slökunin breiðist yfir þig eins og mjúkt teppi og þið líður bara betur og betur og betur, þið finnst þetta dásanlegt og þú finnur að bara við það að liggja í örfá sekundur í þessu dásanlega rúmi að þá endur hlaðast batteríin algjörlega, að þú finnur að þetta hefur jafnast á við það að fá heilan óslitin, endurnærandi nætursvefn. Þetta er alveg dásanlegt og þú ætla bara að leyfa þér að liggja þarna í algjörri ró og algjörri slökun og þú finnur að því dýpra sem þú ferð, því betur líður þér. Dásanlegt, ég ætla að leyfa þér. Biðja að taka eftir því hvað er mikil jákvæðni og hvað er mikil kærleikur og hvað er mikil þakklæti í kringu þig. Ég ætla að bjóða þér að fara á eitthvað dásanlegan gríðastað, eitthvað fallegan, öruggan stað sem þú átt. Það getur verið staður sem þú er aldrei komið á áður eða staður sem þú þekkir, bara hvar sem er. En þegar þú ert komin þangað þá veistu að þú ert frjáls, örugg eða örugur og þér líður dásamlega. Mjög gott. Ég ætla að biðja að taka eftir því hvernig á þessum fallega gríðastæði bara jákvæðni, slökun og ró og velja. Ég ætla að biðja að taka eftir öllum kærleikanum í kringu því. Allir þessi kærleikur sem þú veist að er til staðar innra með þér og í kringu því. Bara biðja að leyfa þér að finna fyrir þessum kærleika. Þessari dásanlegu jákvæðu orku sem fylgir kærleikanum. Og þakklætinu. Ég ætla að biðja að sjá allt það sem að þú ert þakklátt eða þakklátt fyrir í þínu lífi. Það er svo margt sem þú hefur til þess að þakka fyrir. Fólki í lífinu þínu, fjölskyldan þín, börnin þín, foreldrar, systkini. Dásanlega fólkið í lífinu þínu sem þú elskar og sem elskar þig. Og þú veist að þú ert elskuð eða elskar af öllu þessu fólki sem er í lífinu þínu. Og ég ætla bara að biðja að leyfa þér að umvefja þessari ást og þessari hlýju og finna síðan fyrir þakklætinu. Finna fyrir þessu dásamlega þakklæti og þú veist þú hefur svo rosalega margt til að vera þakklátt eða þakklátt fyrir. Og það er svo falleg og góð og jákvæð orka sem fylgir þakklætinu og kærleikanum. Og það er svo mikilvægt að við leyfum okkur að vera í þessum jákvæðu tilfinningum, að við tökum smá pásu frá amstri dagsins til að finna fyrir þessum tilfinningum og hugsa það sem við erum þakklátt fyrir og hugsa þá sem við elskum. Við erum í kærleikanum og það er líka mikilvægt að við okkur takist að beina þessum kærleika, þessum mikla kærleika sem býr innra með okkur öllu, að okkur sjálfum líka. Stundum beinum við kærleikanum mest eða eingöngu út af við til allra þeirra sem við elskum og gleymum að beina kærleikanum að okkur sjálf. Til að biðja að taka þennan kærleika, þennan mikla kærleika sem býr innra með og beina honum að sjálfur eða sjálfum þér. Bara leyfa þér að finna kærleika núna, baða því í kærleikanum og fyndi hvað þetta er góð tilfinning. Algjörlega dásamlegt, frábært. Takk fyrir þetta. Þá ætla ég bara að láta þig vita að þú getur farið á hann fallega, rólega, dásamlega, gríðast að hvena sem þú vilt. Það eina sem þú þarft að gera er að setjast niður í ró og næði, loka augunum og draga djúptin andan og þá ertu komin og fallega, dásamlega, gríðastæðin. Gríðastæðin það sem er bara ró og slökun, næði og dásamlegheit. Mjög gott. Ég ætla bara að bjóða þér að vera inn á þessum fallega gríðastæði, þessari fullkomnu ró og slökun í örfá sekúndur til viðbótar áður en ég fer að bjóða þér að koma tilbaka. Og þegar þú kemur tilbaka og dálisluna eftir að þá er eftir að líða dásanlega, þú ert eftir að vera í fullkomnu ró og slökun og þú ert eftir að takast á verkefni dagsins í gleði og hamingju og af yfirvegun. Mjög gott. Þá komið að þeim tímapunkti sem ég ætla að fá þig til að koma tilbaka og það ætla ég að gera með því að telja frá 1 og upp í 5 og þegar ég nefni töluna 5 og eftir myndu vakna endurnærð eða endurnærður
í fullkominni ró, slökun og dásamlegri vellíðan. Mjög gott. 1, þú finnur huga og líkama léttast. 2, þið líður dásamlega vel og þú ert alveg rólegur eða róleg. 3, þú verður meðvituð eða meðvitaður herbergi sem þú situr inn í og stólinn finnur fyrir sófanum eða stólnum sem þú situr á. 4, þú fer að hreyfa fingur og tær og ert að koma tilbaka. 5, þegar þú ert tilbúin, opnar þig augun og vaknar endurnærð eða endurnærður í fullkominni ró og slökun og vellíðan.